Þá það 4. dagskrárliður, miðbæjarskipulag og Glerágata. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason til lista óskar eftir umræðu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég geri mér fulla grein fyrir því að höndum skipulagsráðs núna að vinna þar sem verið að skoða uppfærslu á deiliskipulagi miðbæjarins varðandi ákveðna þætti þess skipulags sem meðal annars snúa að Glerárgötu. Það hins vegar að mínu viti full ástæða til þess að velta hérna upp í bæjarstjórn ýmsum spurningum og koma með vangaveltur sem snúa að þessu skipulagi. Og þess vegna ákvað ég óska eftir þessum umræðum eða við í Sjálfstæðisflokknum aðeins til þess að fá kannski fram sjónarmið þá bara okkar allra til ákveðina spurningu. Í fyrsta lagi þá langar mig til þess að minnast hérna á Akureyrarvöllinn sem að ég tel vera hlut af miðbæjarskipulaginu eða miðbænum. Það liggur fyrir núna í drögum að aðalskipulagi ákveðin þétting byggðar og þar meðal annars verið að velta upp hugmyndum þéttingu byggðar á Akureyrarvellinum. En það líka verið að orða þar hugmyndir það að þarna verði ákveðið úti skemmtunarsvæði Akureyringa og annaðhvort þarna eða neðan samkomuhússins. Ég vil allavega bara lýsa þeirri skoðun minni að ég tel að við eigum að fara mjög varlega í það að byggja á Akureyrarvellinu, við eigum að nýta Akureyrarvellin sem útvistarsvæði þegar knattspyrnuiðkun þar líkur sem ég reikna með að verði ekki í langt í og þess vegna það eitt af þessum atriðum sem við þurfum að taka tillit til við gerð þess aðalskipulags sem nú að vinna. Það hafa verið uppi hugmyndir það að byggja hugsanlega eitthvað meðfram Glerárgötunni en nýta þetta öðru leyti sem útvistarsvæði og það kannski eitthvað sem ég vildi gjarnan sjá. Og ég bara varpa fram í kjölfari spurningu til ykkar bæjarfulltrúar góðir eins og það hvaða hugmyndir hafið þið nýtinguna á vellinum þegar hægt verður að nota þessi knattspyrnuvöll. Í öðru lagi langar mig til þess að ræða aðeins samgöngumiðstöðina og staðsetningu hennar. Það var gerð hérna greinargerð ekki fyrir löngu síðan og lögð fyrir umhverfis- og mannvirkjaráð eða fasteignir á sínu tíma, stjórn fasteigna. Við tókum síðan óformlegan fund hérna í bæjarstjórninni sem var reyndar bara hið besta mál og ræddum það ýmsa möguleika varðandi staðsetningu samgöngumiðstöðvarinnar og ég vil bara þakka fyrir að sá fundur var haldinn og ég held að hann hafi mörgu leyti verið gagnlegur. Hins vegar hefur maður heyrt að það var ekki haldin fundargerð á þessu fundi og það spurning hvar það máli statt. Hvar vinnan í gangi varðandi staðsetningu samgöngumiðstöðvarinnar? Verið að skoða ákveðna staði, ef þá hvaða staði? Og hvaða vinna sem þetta gangi og hvenær má reikna með því að henni ljúki því að ég veit að það allavega sumir flokkar sem leggja á það áherslu hér að þessari vinnu ljúki sem fyrst og samgöngumiðstöðin verði komin allavega á koppinn fyrir kosningar. Í þriðja lagi þá langar mig til að nefna hérna bílastæðahúsið. Það stefnir til dæmis í fækkun bílastæða í Hafnarstrætinu miðað við þær hugmyndir sem nú eru uppi upplyftingu Hafnarstrætisins og Ráðhústorgsins. Því þá ekki verið að gera ráð fyrir því að þessi bílastæði beggja megin götunnar eins og gert ráð fyrir í miðbæjarskipulaginu. Ef ég man rétt þá gert ráð þar fyrir einhverju 37 bílastæðum en nú eru þau einhvers staðar í kringu 20 eða þar fyrir inn. Þannig að við erum allavega ekki að gera ráð fyrir fjölgun þar og þá spurningin þessi hvað ætlum við að gera. Og mér langar hérna með leyfi forseta að vitna hérna í drög að aðalskipulagi, blaðsíðu 84. Og þar texti til dæmis bílastæðamálin sem hljóðar einhvern veginn svona. Margt fólk nota strætó, gengur eða hjólar í miðbæinn, það henda þó ekki öllum og fer eftir árstíð. Bílastæðir því nauðsynlegir í miðbænum og staðsetning þeirra, leyfileg tímalengd á klukkustæði
og kostnaður skipta máli. Of stuttur tíma á klukkustæðum hefur í för með sér að fólk hefur ekki þann tíma sem þarf til að versla, setjast á kaffihús og kannski skoða listviðburði í leiðinni. Ekki ætti heldur að dreifa bílastæðunum of, þannig að það skapist ekki óþarfa umferð milli fjarlægra hluta miðbæjarins í leit að bílastæðum. Með uppbyggingu íbúða, verslana og þjónustu og skipagötu reit þarf að skoða nánar áhrif þessa á bílastæðaþörf í miðbænum. Til skoðunar að byggja bílastæðahús í miðbænum og með hóflegri gjaldtöku gæti það verið góð lausn. Með uppbyggingu og skipagötu reitnum skapast þörf fyrir bílastæðahús, eitt stórt eða fleiri smærri, fyrir að minnstu kosti 150 bíla. Og nú spyr ég bara ykkur hinn, hvað líður undirbúningu að byggingu bílastæðahús í miðbænum eins og ákveðið var að skoða og fundi bæjarstjórnar fyrir heilu ári síðan. Og síðustu, þá langar við til að ræða málefni Glerárgötunnar. Það þarf í sjálfu sér engum að koma það á óvart að hér séu málefni Glerárgötunnar tekin til umræðu okkar hálfu, þar að segja sjálfstæðismanna. Við lögðum á það áherslu í kosningabaráttunni 2014 og horfið yrði frá hugmyndum þrengingu og tilfærslu götunnar á meðan ekki lægi fyrir greina betri upplýsingar áhrif þessar aðgerða sem gerðu kostnað við aðgerðirnar réttlætanlega. Það frekar merkilegt, svo ekki sem að sagt, hve lítið sagt tilfærslun á Glerárgötunni í greinargerð með miðbæjarskipulaginu sem samþykkt var í bæjarstjórn í maí 2014. Einu rökin sem ég hef rekist á eru sett fram í svari við athugasemdum sem bárust við tillöguna á sínu tíma og þau eru að færslan sé nauðsynleg til að koma fyrir nægjanlega stórum byggingareitum á Hofsbótinni og er forsenda þess að laða fjárfesta að uppbyggingu í miðbænum. Þetta eru forvitnileg rök sem væri afar fróðlegt að heyra viðbrögð meirihlutans við og hvort þau eiga í raun enn við. Annað er það sem ekki hefur verið haft háttum í þessu efni og það er að með tilfærslunni, sem er mest 12 metra til austurs í átt á Hofi, er verið að auka á líkur á hávaðamengun frá götunni í Hömrum, þar að segja í vestursal Hofs, og þykir nú þegar nóg Er þá ætlun að fara í aðgerðir þar til að draga úr aukinni hávaðamengun. Nú liggur fyrir að fjárfestar hafa sýnt í áhuga að byggja Hofsbótareitnum, en það er ekki hægt að staðfesta neitt á meðan ekki liggur fyrir hvort ætlunni sé standa við miðbæjarskipulagið eins og það liggur fyrir og færa Glerárgötuna eða hætta við tilfærsluna og lagfæra þá afmörkun byggingareita til samræmis við það. Það er að vísa enn tími til stefnu þar sem ekki verður farið í frekari fækkun bílastæða og meðan framkvæmdir standa yfir í Austurbrú, en okkar tillaga er svo að taka af öll tvímæli hvað skuli gera sem allra fyrst. Tilfærsla Glerárgötunnar er eitt, en hitt er þrenging hennar, þannig að það verði einungis ein akrein í hvora átt frá gatnamótum Grænugötu að gatnamótum við Kaupmannastræti. Þó með því skilyrði af hálfu vegagerðarinnar að hægt verða tvöfaldana aftur þegar þörf krefur. Þetta auk þess sem hámarkshraði verði lækkaður úr 50 km/klukkstund í 40 km/klukkstund á að leiða til meira umferðaröryggis og gera fólki betur kleift og öruggara að fara yfir götuna til að njóta nándarinnar við pollinn. Meðal annars með 3 svokölluðum vestur-austurleiðum í gegnum þveran miðbæinn. Það vísi búið að loka einni af þeim leiðum næsta áratugina með því að samþykkja uppbyggingu Bránshússins svonefnda í Hafnarstrætinu. En þessar hugmyndir þrenginguna er einnig studd af þeim rökum að gatan með einni akrein í hvora átt á þessum kafla beri áætlaðan umferð að þunga fram til ársins 2035. Það sem að gagnrýna hér er að notast er við gamlar tölur umferð, það er frá árinu 2009 og 2012. Þá er einnig notast í norska staðla umferð sem hæpið er að nota við íslenskar aðstæður.
En samkvæmt þessum forsendum verður fjöldi bifreiða á orðinum 12.100 á sólarhring við Hof árið 2030 en talin verða 15.000 árið 2035. Og þá þarf að breikka götuna aftur því að ein akrinn í hvora átt ber ekki meira en 15.000 bifreiðar á sólarhring samkvæmt þessum stöðlum eða samkvæmt þeim útreikningu sem fyrir liggja. Við skulum hafa það í huga að hér því verið að gera kostnaðarsama breytingar á götunni til 15 ára eða hámarki 16. Það nú ekki lengra í árið 2035. Þá má einnig færa fyrir því rök að þetta getur orðið enn skemmri tími og má jafnvel lesa það út úr textadrögum að nýju aðalskipulagi en þar segir meðal annars, með leyfi forseta: helstu niðurstöður umferðarreikninga samkvæmt höfundum umferðarreikni líkansins eru þær að miðað við óbreytt ástand í gatnamálum sé gatnanetið á Akureyri nokkuð vel í stakk búið til að taka við framtíðar umferðarmagni til ársins 2030. Þó séu allar líkur á að einhver vandamál fari að koma upp á ákveðnum stöðum þegar líða tekur á skipulagstímabilið, þá einna helst á Þórunnarstræti, Borgarbraut og Glerárgötu. Þá kemur þarna fram að á þessu má meðal annars sjá að ekki vænlegt að beina gegnumstreymis umferð yfir á Þórunnarstræti sem væri helsti kosturinn yfir ljós kæmi að létta þyrfti umferð af Glerárgötu eða Drottningarbraut við þrengingu hennar. Þórunnarstræti í dag með umferðarþyngstu götum bæjarins og megnið umferð mikil og mun meiri og mun umferðin samkvæmt umferðarspánni þyngjast enn. Auk þess yrði sú umferð að fara áfram niður Kaupangsstrætið sem ekki ber mikið meiri umferð eða áfram suður Miðhúsabraut sem ekki ber mikla umferð. Og hvað þá til ráða? Ef tekin ákvörðun þrengingu götunar á þessum forsendum liggur ljóst fyrir að til 10 til 15 ár þarf að fara að huga því að breikka hana aftur og þá blasa núverandi umferðaröryggismál aftur við. Þá þarf að fara að huga að undirgöngum, göngubrú eða einhverjum öðrum aðgerðum. Það því ekki að sjá að það sem nokkur móti réttlætanlegt að fara í fyrirhugaðar aðgerðir í Glerárgötunni og margfalda þannig kostnað skattgreiðenda, því að við erum að tala ef að haft eftir aðilum sem að telja sig hafa nokkuð vit á að kostnaður við tilfærsluna geti numið alltaf hálfum milljarði og jafnvel meiri fjármunum og þrengingin sem slík mun einnig kosta verulegar upphæðir, þannig að það má alveg eins áætla að þessi kostnaður geti hlaupið á bilinu 500 milljónum til 1 milljarðs. Við sjálfstæðismenn leggjum því fram tillögu eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn samþykkir að skipulagsráði verði falið að taka gildandi miðbæjarskipulag til endurskoðunar. Skipulaginu verði breytt þannig að hægt verði við þrengingu Glerárgötunnar frá gatnamótum Glerárgötu og Grænugötu að gatnamótum Glerárgötu og Kaupangsstrætis. Þá verði hægt við að hlýðra Glerárgötu og kafla milli gatnamóta Glerárgötu og Kaupangsstrætis og gatnamóta Glerárgötu og Strandgötu. Í staðinn verði hugað á öðrum leiðum til að auka umferðaröryggi á svæðinu, til dæmis með því að skoða möguleika á því og kostnað við að byggja göngubrú eða gera undirgöng á gatnamótum Glerárgötu og Strandgötu. Þá má skoða möguleika á því að koma hraðamyndavélum í götunni til þess að halda umferðarhraða innan löglegra marka og auka þannig umferðaröryggi þeirra sem eru gangandi og hjólandi. Við leggjum þetta hérna fram til umræðu. Ég vil líka aðeins benda á það að ein rökin sem maður hefur heyrt fyrir því að færa umferðarhraðan úr 50 km niður í 40 km á Glerárgötunni eru þau að maður keyra alltaf aðeins hraðar heldur en hámarkshraði segir til Það finnst mér ekki góð rök. Og ég held að sé miklu nær að grípa bara til einhver alvöru aðgerða og hraða myndavélatækninni fleygir fram og ég held að ástæða til að
umferðarstofnana ef markmiðið að draga úr umferðarhraða á þessum hluta Glerárgötu. Svo má ekki gleyma því, sem ekki tekið tillit til hér að mínu viti, að umferð á þjóðvegum Íslands hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum með auknum ferðamannastraumi. Við sjáum það á því hve fjölgun bílaleigubíla orðin mikil og það er náttúrulega alveg gefið mál að þessar umferðaraukningar á eftir að gæta á þjóðveginum í gegnum Akureyri sem Glerárgötu. Þess vegna finnst mér ekki ólíklegt að ætla að það verði ekki nema 10 til 12 ár þangað til að þessi 15.000 bíla umferð á sólarhring verði orðin að veruleika. En ég vona svo bara eftir fjörlegum umræðum þessi mál og þakka fyrir mig í bíli. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í lokin máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Inga Björg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mikil og vönduð vinna var lögð í miðbæjarskipulagið á sínum tíma. Nú í gangi framkvæmdir á Drottningabrautarreitnum og lítur út fyrir að þeim ljúki á næstu 2 árum. Ljóst að á meðan á þeim framkvæmdum stendur munu ekki vera ráðist í uppbyggingu á svokölluðum Hofsbótarreit. Þessa dagana verið að vinna að uppfærslu á miðbæjarskipulagi hjá skipulagssviði Akureyrarbæjar og þar verið að skoða marga þætti sem lúta að miðbæjarskipulaginu, svo sem lagfæringu og afmörkun byggingareita sem í dag eru of rúmir. Það verið að endurskoða legu Glerárgötu með tilliti til kostnaðar, gróf hönnun á færslu Glerárgötu milli Kaupvangsstrætis ásamt grófu kostnaðarmati við færsluna. Annars vegar miðað að því að hafa einfalda braut með einni akrein í hvora átt og hins vegar með tvöfaldri braut í samræmi við kröfu vegagerðarinnar möguleika á stækkun ef þörf krefur. Það verið að skoða staðsetningu samgöngumiðstöðvar og finna staði fyrir bílastæðahús ásamt kostnaðargreiningu. Einnig verið að finna ákveðna staði fyrir útisamgöngur og telja þetta verið tekið fyrir stjórn Akureyrar líka á næsta fundi. Og það verið að skoða áhrif vaxandi ferðaiðnaðar á skipulagi hvað varðar gistingu. Þegar þessari vinnu lokið, liggja fyrir þær upplýsingar sem geta gert okkur kleift að ræða og taka sér ákvarðanir framhaldi. En ég myndi telja það eðlilegt að þegar framkvæmdum við Drottningabraut ljúki, taki bæjarstjórn ákvörðun hvort hún vilji endurskoða miðbæjarskipulagið á forsendum greiningarvinnunnar, en eins og staðan í dag teljum við það eins og áður sagði ekki tímabært. Við erum ekki öll á sama máli þrengingu Glerárgötunnar, það augljóst. En við hér í bæjarstjórn höfum talað fyrir auknu íbúalýðræði og gæti þetta því verið kjörið tækifæri til að leggja fyrir íbúana í íbúakosningu. Þetta mikið og stórt mál sem hefur áhrif á bæjarbúana okkar og ekkert sjálfsagðara að mínu mati en að þeir fá að koma að ákvarðanatökunni. En þá líka mjög mikilvægt að halda sér kynningafundur þar sem forsendur kynntar og sviðsmyndir settar fram. Skipulag ekki meitlað í stein, heldur þetta lifandi plagg sem tekur breytingum með þróun tækni, byggðar og samfélags. Unnið að forgangsröðun í umferðaröryggismálum með vegagerðinni. Það eru 150 milljónir áætlaðar hjá vegagerðinni í umferðaröryggismál á Akureyri sem ekki búið að ráðstafa nema að hluta til. Meðal annars verið að skoða að setja upp umferðarljós hér á gatnamótum Glerárgötu og Gránufélagsgötu. Unnið að því að ljúka við gatnamótin á Drottningabraut og Austurbrú, þar sem verið að stefnugreina gatnamótin og gera gangbraut yfir og samhliða því malbikun fyrir vegagerðina frá gatnamóti Kaupvangsstrætis og gatnamót við Austurbrú. Varðandi bílastæðahúsi og vinnuna við það, þá hefur hún því miður dregist. Mikið álag hefur verið á deildinni enda gríðarleg uppbygging í gangi í bænum, auk þess sem vinna við aðalskipulagið hefur tekið sinn tíma. Þessi vinna í gangi samhliða uppfærslu deiluskipulags miðbæjar og liggur vonandi fyrir von bráðar. En aðeins að bílastæðum í bænum þá verið að fjölga bílastæðum hér við Gránufélagsgötu 7, þar sem 29 stæði eru komin, 14 voru aflögð og 29 kom í staðinn. Við Strandgötu gert ráð fyrir 44 bílastæðum og svo þegar framkvæmdum lýkur við Austurbrú
og mun það vera 120 stæði en þar voru áður 150. Samgöngumiðstöðin. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason vitnaði hérna í fund sem við áttum við bæjarfulltrúa saman sem komu fram ýmsar hugmyndir mögulega staðsetningar á samgöngumiðstöð. Og það var sett strax vinna á stað við að greina kosti og galla þessa mismunandi staðsetninga og það var verið að skoða, eða átti að skoða möguleikana í kringum Hof við Strandgötuna, átti að skoða hérna meðan við núverandi skipulag hérna við Ráðhúsið, Glerárgötu og fleiri svæði. En þeirri vinnu er ekki lokið. En á meðan sú vinna er í gangi er búið að setja af stað vinnu við að stækka vasan við Hof til að auka öryggi og aðgengi fyrir almenningssamgöngur. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi kom aðeins inn á hérna varðandi framtíð Akureyrarvallar og hugmyndir þar, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. En til lengri tíma litið eins og við veitum þá hefur KA Akureyrarvöll í sinni umsjá eins og er. En til lengri tíma litið þá stefna þeir að því að byggja upp sína eigin keppnisaðstöðu á sínu íþróttasvæði. Við það losnar Akureyrarvöllur til annarra landnota. Þó er í gildi samningur sem kveður á að fyrst þurfa að vera komin viðunandi aðstaða fyrir KA áður en uppbygging á svæðinu getur hafist. Ekkert hefur verið ákveðið með notkun Akureyrarvallar þegar hann losnar og ýmsar hugmyndir hafa samt verið uppi. Áhugi væri á að samtvinna græn svæði og byggð sem jafnvel tengist byggð og grænu svæði á Oddeyrinni. Til dæmis gæti verið spennandi að nýta núverandi stúku og salernisaðstöð til hátíðahalda og samtvinna opið svæði þar austur að Eiðsvelli. Og eins væri gerð góð stígatenging sem tengdi þannig Oddeyri, Miðbæ og Glerártorg saman. En þetta er allt vinna sem á eftir að skoða. Og þegar búið er að vinna þá greiningavinnu sem er í gangi, þá getum við kannski sest niður og tekið áframhaldandi ákvarðanir hvað við viljum gera í framhaldinu. En að því sögðu þá vill meirihluti bæjarstjórnar leggja fram eftirfarandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar getur ekki samþykkt framlagabókun en bendir á að nú þegar er unnið að forgangsröðun í umferðaröryggismálum í samvinnu við Vegagerðina. Þá er jafnframt vinna á vegum skipulagsráðs í gangi mögulegar útfærslur á miðbæjarskipulagi. Ekki meir í bili frá mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sinni, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið málið. Forseti, bæjarfulltrúar. Skoðun mín á þrengingu Glerárgötu er afskaplega skýr. Ég vil ekki þrengja Glerárgötu. En ég hef ekkert neina forsendur til þess að ákvæða nema bara eitthvað tilfinningalega forsendur þegar ég keyri götuna. Þannig að það er mjög vont að koma upp og segja hvort ég vil þrengja hana núna eða ekki. Ég get ekki greint þar á milli út frá einhverjum sérstökum rökum, þannig að þetta er tilfinningar að rökja mér. Aðalskipulagið, það var haldið hérna hörku fundur niðri á Hofi hérna fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem kynnt var fyrstu drög aðalskipulagi. Það fór misvel í bæjarbúa og fór misvel í mig, en ég persónulega var mjög ánægður með hvernig aðalskipið var lagt fram og hvernig ekki, fundurinn var ekki sett okkur, en að leggja aðalskipulagi fram með svona fullt af nýjum tillögum, fullt af hugmyndum sem fóru náttúrulega misvel í bæjarbúa og misvel í mig líka, en það fékk mig til að hugsa aðeins málið. Það fékk mig til að hugsa aðeins sko af hverju ekki og fékk mig til að hugsa af hverju er ég á móti þessu. Ég þurfti sannlega að fara góð rök fyrir því sjálfur af hverju var á móti því. Ég er stuðningsmaður þéttingu byggðar, en ég er ekkert endilega viss að ég er sérstaklega ánægður með að það reist hérna 10 hæða blokk fyrir framan húsið á mér. Er maður bara stuðningsmaður þéttingu byggðar er svo framlega sem það er ekki nálægt manni sjálfum. Þannig að það er svona ágætt að velta því fyrir sér. Akureyrarvöllur. Ég er nú með þetta fyrir fram á gluggann hjá mér allan daginn og hann er ekki sérstaklega vel nýttur þess á völlur, nema bara undir kappleiki. Mér þykir vænt um hennar völl og ég veit að bæjarbúum þykir mjög vænt um hann líka. Það koma þarna hugmyndir að byggja þarna á þessu svæði, töluvert mikla byggingar. Mér hugnaðist það ekkert. Mér finnst gaman að sjá útfærsluna,
hvort þetta væri hægt að gera þetta. En ég var ekkert, byggjum þetta. Alls ekki. En við áttum gaman að sjá hverju möguleikar eru. Nú, ég hef haft þarna alls konar skrýtnar hugmyndir, eins og oft sem ég kem fram. Mér minnist þess fyrir nokkrum árum síðan, þá var ég nú að ræða þarna, þá vildi ég gjarnan að maður myndi endurskoða nýtingu Ketilhússins og byggja þarna svona eldfjallasýn og eldfjallasafn og vera með alls konar svona tilburði þarna inni sem myndi sýna ykkur að möguleika. Það var nú hálf hlegið af þessu allan þegar við varum fyrir þessum 5-6 ári síðan. Nú er búið að reisa þetta í Hvolsvelli. Gríðarlega flott safn. Við þurfum stundum kannski aðeins að vera tilbúin að horfa svolítið langt út fyrir boxið. Gæti þetta hefði verið sniðugt. Ég er sannfærður það í dag. Ég ekki segja hún að koma frá mér, en ég ætla hana, ég ræddi þetta töluvert á. Var ekki bæjarstjórn. Mér datt í hug hérna fyrir 2 árum síðan, tæplega, með Akureyrarvöll. Við erum að tala sauðkindin sé nú svona í undirhaldi. Skólabörn vita alla hvað lambakjöt er orðið, borða það ekki. Við erum að flytja það út, staðan fyrir að niðurgreiða það hugsanlega inn í skólamötunnitin. Við erum að kasta hérna alveg fáránlega hugmynd kannski í loftið. Af hverju er ekki settar upp réttir á Akureyrarvelli og við rekum féð í gegnum bæinn, niður Glerárgötuna, 1 dag. Það bara rekið hérna inn í bæinn. Við höldum bara réttir á Akureyrarvelli. Öllum skólakrökkum er komið hérna inn og taka þetta upp og svo er þetta bara í burt aftur. Túristar koma hérna og halda með sig ykkur klikkaðir. En brjálaði stundum selur. Ég meina við erum bara með réttir hérna inni og sýnum hvernig þetta er gert. Þetta er gert hérna fyrir utan. Ég er ekki að fara að segja við að fara að gera þetta, en þetta er svona, það er alltaf að hugsa út í boxið. Gæti nú verið sniðugt. Skemmtileg. Umferðarþungi á Akureyri. Gatnamótin, ég fekk að heyra það allan hjá Mannviti á sínum tíma, að gatnamótin upp frá hérna Álfheimum og Langholtsvegi, það eru svona T-gatnamót. Það eru engin gatnamót á Akureyri með svipaðan umferðarþunga og þessi gatnamót. Mér finnst umferðarþungin á Akureyri fer svolítið eftir í hvernig skap ég er. Stundum er ég alveg brjálaður yfir allar þessum bílum. Það er mikið kvartað yfir umferðinni hérna í kringum ríkið. Ég get alveg verið sammála því að ríkið hefði mátt vera staðsett annars staðar. En ég keyri þarna framhjá mörgum sinnum á dag, ég bý hérna rétt hjá. Ég kemst þetta alltaf. Ég þarf aldrei að fara krókaleið. Hugsanlega þegar ég að bíða smá stund meðan bílarnir fara inn eða út. Þetta veldur mér engum óþægindum. En hún er klárlega meiri umferðarþungin í dag heldur en var og verður miklu hraðari. Ég er sammála því, ég er sammála sjálfstæðisflokknum þeim sem komum fram að við þurfum að hafa þetta í huga. Í svona grunninn er ég á móti þrengingu Glerárgötu. Ég get ekki tekið undir svo bókun þar sem ég hef ekki þau gögn og það er vinnubrögð og þau gögn sem verður að vinna í, ég vil sjá þau fyrst. Og áður en menn fara nú að láta sér detta í huga að fara að þrengja Glerárgötu, þá er nú auðveldasta mál í heimi að prófa það. Setja bara átt gám með eitthvað, setja bara hann fyrir göttuna og prófið að keyra göttuna. Prófið í ykkur mánuði, sjáu hvað gerist. Það er til alls konar svona stíkur sem hættar að setja á göttur og er gert. Ég er nokkuð samferðum við lendum í smá brasi. En annars takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni og Sjálfstæðisflokknum fyrir að finna upp á einhverju til að tala hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi fyrir sumarfrí. Þannig að orðið svona aðleiðilega stuttur ef að þetta ekki komið upp og bara hrós fyrir það. Ég hefði þó persónulega kannski kosið að hafa eitthvað svona frumlegra umræðuefni, ekki eitthvað sem tekur okkur aftur í fortíðina og þetta sem búið að tala það er að segja
Glerárgatan náttúrulega var mikið rætt fyrir síðustu kosningar og miðbæjarskipulagið hefur nú verið líka rætt í ansi mörg ár. En ég gæti alveg tekið undir, sko, ég nefnilega það þarf náttúrulega bara að vera pláss fyrir alla í þessum bæ og það geta bara, sko, og það er það sem að við þurfum alltaf að hugsa. Ég skil alveg fullkomlega og get, sko, stutt hugmyndar sko, af hverju þessi þrenging Glerárgötunnar kom til umræðu. Og það er svona það er galli á bænum, svona skipulagi bæjarins, að þessi stóra umferðargata skuli vera þarna í einhvern veginn gegnum, ég ætla ekki að segja miðjan bæinn, en sker í burtu alveg þetta hverfi sem að Odderinn er, og það er leiðilegt, en það er eitthvað sem við þurfum samt bara að lifa við. Ég er alveg sannfærð það að eigi að fara að breyta Glerárgötunni, þá er þetta að gera það, sko, að því hún tekur auðvitað rosalega mikið pláss og það er auðvitað plássið, það er ekki endilega bara akreinina sem að taka mesta plássið, heldur fer auðvitað mikið pláss í umferðarveginu sem eru á milli, í grasfletina sem eru sitt hvoru megin við götuna og síðan koma gangstéttirnar og það er alveg hægt að gera þetta þannig að gatan sé ekki svona óbúslega plássfrek og sé ekki svona rosa mikil gjá á milli Oddeyrar og miðbæjarsvæðisins. Þannig að ég heldur þetta alveg og ég verð bara að segja alveg svo mér þessi bókun sjálfstæðismanna voðalega þröngsýn eitthvað. Þú veist, það, sko, og ég tek bara undir það sem hefur verið talað hérna, við þurfum bara að tala hvernig og ef það er þannig að fólki í bænum hefur ekki áhuga á því og finnst algjörlega ómögulegt að þrengja þessa götu, þá náttúrulega bara tökum við tillit til þess og þessi gögn sem eru hérna í vinnslu og það sem er verið að vinna, það eru þarf að liggja fyrir áður en við förum í að einhvern veginn svona sveifla okkur í hina áttina sem er bara ég skil ekki hvað þessi tillaga kemur eiginlega. Þannig að við gerum þetta bara skynsemi, við skoðum bara staðreyndir málsins og við tölum við fólki okkar, við tölum við Akureyringa og heyrum hvernig við gera þetta. Það er hægt að hugsa þetta, það er alltaf lausnir. Það er alltaf lausnir, alltaf hægt að finna bestu lausnina og mest ásættanlegu lausnina á málunum. Og ég tel að það, og til þess að gera bæinn einhvern veginn svona vistvænni og þéttari og betri til annarra samgangna, því eins og ég sagði, það þarf að vera pláss fyrir alla. Akureyri hefur verið byggt svolítið upp þannig að það er sérstaklega gott pláss fyrir bíla og þá sem ferðast á einkabílum og nú þarf kannski að fara að leggja áherslu á að byggja upp aðra samgöngumöguleika, en það þarf ekkert endilega að vera þannig að við séum að rífast og slást og þræta hvort allir eiga að vera á bíl eða hvort að enginn á að vera á bíl. Við þurfum bara að gera fólki kleift að nota á samgöngumöguleika sem að það vill nota og deila svolítið fjármunum eftir því líka. Þannig að ég tek bara undir það, við skulum bara skoða málið. Ég hef ekki endilega sannfæringu fyrir því að það sé eina rétta leiðin að þrengja Glerárgötuna. Ég held að sé, og það er margt annað sem við getum gert sem að gerir bætir samgöngur í bænum. Ég saknaði þessu auðvitað því að það var auðvitað að tala að það ætti að setja upp tilrauna þrengingu. Það hefði verið ótrúlega gott ef meirihlutinn hefði komið því í verk, að við hefðum það. Og líka eins og að tala að þrengja aðrar götur í bænum. Við tölum Þingvallastræti og Skógarlundinn og það er hægt að gera hjólreiðastíga. Og það hefði ég nú sett í meiri forgang fram fyrir þrengingu Glerárgötunnar og ég hélt í raun og veru að það væri í forgangi, en það hefur ekkert gerst í því heldur og mér finnst það mér finnst leiðilegt hvað hefur ekkert gerst í þessum málum sem að einhvern veginn átti ekkert að vera neitt stórmál. Þannig að hvað var það Akureyrarvöll, þá bara svo ég upplýsi það, því að hún kallaði eftir skoðunum okkar, þá get ég upplýst það að ég held að sé svona nánast einboðið að þetta svæði, ég meina við finnum það bara öll held ég á umræðinni að svæðið er svona hjartfólkið okkar bæjarbúum og ég held að sé mjög hæpið að fara að leggja það undir einhverja byggingar, en ég held að sé eins og er sett fram í tillögum að aðalskipulagi að þá eru þarna gert ráð fyrir byggingu við Glerárgötuna og ég held að það sé mjög góð hugmynd, það má alveg girða þetta svæði af með einhverju byggð.
og en hvort þetta á síðan að vera okkar framtíða hátíðasvæði, ég hef nú svona ákveðnar efasemdir það, en við bara finnum út úr því í samræði við bæjarbúa hvað við viljum gera við þetta svæði og auðvitað þarf að hugsa það bara vel. Og það er bara þannig að það er ekkert best að hugsa og ræða skipulag bæjarins okkar í einhverjum kýtingi svart eða hvítt. Og við bara þurfum að tala saman af skynsemi og ræða kosti og galla hverja leiðar, því að það hafa allar leiðir sína kosti og sína galla. Þannig við þurfum bara að takast á við það. Og ég held að það sé nú ákveðin stemming fyrir því bara hjá mörgum allan að bæjarfulltrúum að gera þetta bara af skynsemi og friðsamt og tala saman og tala við bæjarbúa. Því ég held að það sé langt mikilvægast. Varðandi bílastæði þá nú líka hægt að má nú skipuleggja það líka miklu betur. Mér finnst nú bílastæði, ef við tökum þessi stóru svona flæmi sem eru eins og til dæmis við skipagötuna undir bílastæði, þá er það ótrúlega mikið landsvæði sem er að fara þannig að séu undir frekar fá bílastæði að því að svo mikið pláss sem fer í að keyra fram og tilbaka svæði, skiljið. Ég er alveg vissum að það er að skipuleggja þetta miklu betur og við þurftum kannski að fara að taka það aðeins líka inn í bara okkar aðalskipulagspælingar að hvort sé hægt að nýta, og ég held að það sé það sem við þurfum að hugsa líka. Við erum auðvitað að tala og höfum talað mikið þéttingu byggðar og setjum það fram í aðalskipulagsdrögum. Það sem eins og bæjarfulltrúi Preben kom inn á, það er alltaf óþægilegt fyrir þá sem eru að missa plássi í kringum sitt svæði. Það er erfitt, en við þurfum líka einmitt að skoða hvaða möguleikar aðrir eru, eins og til dæmis, við svona svæði, ég meina eins og Glergötuna og á milli hverfa alls þar, það er ofboðslega mikið ónýtt svæði. Þannig að en þetta er aftur og ég tek undir eins og með að Preben var að tala að það er svolítið bara gott að fá svona aðalskipulag sem er sett fram bara haugur og hugmyndum og svo þarf þetta bara að vera í umræðinni. Og það ætla að gera eitthvað svona pegs það hvort við ætlum að hafa svart eða hvítt, það er ekki þannig sem ég sé fyrir mér að vinna bara almennt að skipulagsmálum bæjarins. En takk fyrir. Sóli Björk hefur lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld, varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk kærlega fyrir góða umræðu mikilvægt mál. Ég meina skipulagsmál eru alltaf mikilvæg og hafa mikil áhrif á okkur og við erum að tala hjarta bæjarins. Og vissulega er það rétt að það er fullt af fólki sem hefur áhyggjur af þessu og ég veit að við munum finna lausn á þessu í bróðinni sem gengur upp fyrir að því öll erum við að vinna með hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi, allt samfélagsins. Varðandi hús, bílastæði á hús, þá held ég að það standi ekki annað en til heldur en að reyna að setja fjármagn í það að tryggja þá framkvæmd sem allra fyrst. Við höfum verið að ræða það og vonandi verður það unnið bara í næstu fjárhagsáætlun. Varðandi völlinn Akureyrarvöll, þá er ég persónulega algjörlega opinn fyrir öllum hugmyndum sem að koma því að nýta þetta svæði sem fyrir allavega blandaða starfsemi og fólkvang og fleira. Það er að gera gera eitthvað meira úr þessu svæði. Ég er ekki að tala fyrir háhýsum eða stórverslunarmiðstöðum. En varðandi Glerárgötuna þá snýst þetta náttúrulega fyrst og fremst gæði og umferðarhraða og umferðaröryggi þeirra sem að fara þarna á milli. Ég er ekki viss það að brú eða göng sem eru þá undir sjávarmáli sé endilega lausnin vegna þess að fólk virðist fara bara yfir það sem það er og við erum að horfa á fleiri þúsundir, ef ekki 10.000 að fara þarna fram og tilbaka.
Ég veit svo sem ekki hversu margir það eru, það allavega töluvert meiri umferð þarna heldur en að menn kannski sáu fyrir. Það eru komin þarna 3 eða 4 hvalaskoðunarfyrirtæki og fólk að fara þarna á milli á öllum tímum og öllum stundum og í allavega skyggni og annað. Þannig að við þurfum að finna leiðir og mér líst mjög vel á þessa vinnu sem á sér stað núna. Það sem verið að fara yfir hvernig má bæta umferðaröryggi þar. Og hvort að það leiðin til þess verði til þess að þrengja gleraugnutuna eða svona eða hinsegin, það eitthvað sem að vonandi kemur bara út úr þessu. Ég persónulega alls ekki á móti því að þrengja gleraugnutuna. Ég heldur ekkert endilega að tala fyrir því. Ég vil númer 1, 2 og 3 við gerum bara það sem langskynsamlegast. Og ég held að við höfum bara að nota tíman sem núna framöndan. Af því að við erum ekkert að fara að byggja endilega á þessu svæði. Ég sé það ekki fyrir mig. Við ætlum ekki að vera með framkvæmdir í gangi á meðan við erum með framkvæmdir í gangi á Austurbrú. Það allavega 2-3 ár sem það er. Þannig kannski 4-5 ár þá erum við að tala það að mögulega myndi einhver byrja með framkvæmdir. Kannski það fyrir, ég veit það ekki. En ég get svo sem ekki bent á neina vísindalega rannsóknir, frú forseti, það maður les alls konar greina þar sem hefur verið að tala það að bílaeign til dæmis í Bandaríkjunum fari úr 247 milljónum bílanir í 40-50 milljónum bíla árið 2030. Að einkabílaeign verði aðeins 20% af því sem hún í dag árið 2030. Ég ekkert endilega að segja þetta gangi í gegn hér að það verði 20% af bílunum. En eru við svona rosalega sérstök að það mun ekki vera hér bílar sem að keyra sjálfvirkt? Ég veit það ekki, ég meina það er mikil þróun í þessu. Það eru risa fyrirtæki. Næsta áhersla hjá eina stærsta fyrirtækjum heims Apple er sjálfkeyrandi bílar. Bílar fyrir Uber. Bílar sem pikka bara upp. Þú þarft ekki þinn eigin bíl. Öll þessi fyrirtæki að setja hundruði milljarða í þetta. Og það þá þannig að við erum að horfa á það að bílaumferð verði orðin 15.000 eða 30.000 árið 2030. Vitum við eitthvað það? Það eru grein að skrifa dag eftir dag þessi mál. Við vitum ekkert hvernig bílaeign verður hér á Íslandi árið 2030. Ég held ekki, kannski vitið þið það, ég veit það ekki. En ég meina, við erum að horfa á götur, það er meiri umferð til dæmis í gegnum Selfoss heldur en í gegnum Glerárgötuna. Það er bara 1-1. Strandgatan í Hafnarfirði, 1-1. Þú veist, það eru, og alltaf, ef við höfum alltaf að gera breytingar, Drottningarbrautin, nýju brýrnar, nýja brúin, hvað hétt þetta allt, Miðhúsabraut, Hlíðabraut, talanum ekki Dalsbrautin, þá var allt að farast. Er einhver sem sér eftir því að það var reist Miðhúsabrautin eða Hlíðabrautin í dag, eða Dalsbrautin, eða Drottningarbrautin? Er einhver samtök hér í gangi sem að tala það reglulega hverja einustu viku, hvernig með bregðast við þessari ósköp sem var gerð á þeim tíma? Ég veit ekki til þess. En númer 1, 2 og 3 reynum að finna lausnir á þessu. Ég held þess ekki tímabært að taka þetta út á þessu tíma. Ég held við höfum bara að vinna með þetta og fá að vita hvað fólk og sérfræðingur umferðargjörður segi, þetta er eina leið, eða þetta er leiðin, þið þurfum að gera þetta, þetta og þetta. Og það er engin skaði skeður í dag. En tökum það, gefum okkur það að við myndum þrengja þetta eftir 5 ár. Og þá er bent á það að við eigum að þá samkvæmt vegagerðinni að þurfa að breikka þetta aftur. En vitum við eitthvað hver umferðin er 2035 eða 2040? Er kannski bara einkabíllinn 1/4 af því sem hann er í dag? Eða stendur hann bara í stað? Kannski vita þau eitthvað miklu meira og þá held ég að þessu fullt af fyrirtækjum á markaði sem myndu vilja vita af þessu að þetta mun ekki breytast. Þá getur það sleppt í að setja 2.000 eða 3.000 milljarða dollara eða hvað menn að fara að setja í þetta á næsta árum. Það getur bara að spara sér það því við vissum það. Því við vitum ekkert það hvernig umferðin er hérna 2035. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins.
Þá næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágæta bæjarfulltrúar. Við vitum semst ekki neitt og þá bara spurningin að gera ekki neitt eða hvað á að gera. Þetta mjög merkileg umræða og líka dálítið merkilegt að heyra menn tala um það að það sé bara tilfinningarök fyrir því hvort að þetta sé svona hinsi. Ég bar ekki á borð hérna eitt einasta atriði sem var byggt á tilfinningum. Allt sem ég sagði hérna byggði á einhverjum tölulegum upplýsingum eða greinagerðum sérfræðinga sem hafa verið að fjalla þessi mál og leggja sitt fram í texta sem borinn fram af Akureyrarbæ. Ég ætla að benda á það að tölurnar hérna umferðarmagnið á þessu svæði frá Glerárgötunni að Hörgárbrúnni þar sem umferðin lang mest hérna á Akureyri eru byggðar á tölum sérfræðinga. Það hafa meira sem verið gagnrýnda fyrir það að þær séu of lágar, að framtíðarspáin séu of lág. Og ég velti líka fyrir mér, eitthvað samhengi á milli þess hver bílaeignin og umferðin Á ekki jafnmargt fólk, jafn oft ferð niður í bæ eins og núna eða eftir 15-16 ár. Ég held að það sé nefnilega ekkert samhengi þarna á milli. Þó bílunum fækki eitthvað, þá getur umferðin á ákveðnum stöðum orðið jafnvel meiri vegna þess að fólkinu fjölgar. Við verðum að átta okkur á því. Þannig að það er mjög erfitt að vera að setja þetta í eitthvað samhengi að mínu viti. Mér langar nefnilega til þess að benda á það sem mér finnst skipta lang mestu máli í umræðinu Glerárgötunni. Það þessi spá sem lágspá að umferðin verði orðin svo mikil árið 2035 sem ekki, það bara 17 ár í það, skulum átta okkur á því. Það bara 17 ár í það. Að þá sé hún orðin það mikil að það þurfi að breikka götuna aftur. Hvert erum við þá komin? Hvað erum við þá tilbúin til að segja eða skiptir okkur engu máli að þetta bara í einhver staðar í framtíðinni og skiptir okkur ekki máli en það skiptir íbúana máli, það skiptir þá sem borga skatta hérna máli, hvernig farið með skattfé þeirra. Þess vegna skiptir þessi umræða máli. Ef á að breikka götuna aftur 2030, 2032, 2035, hvað ætla menn þá að gera? Ætla menn ekki að byggja brýr þá eða ætla menn ekki að fara í undirgöng þá eða hvað ætla menn að gera? Já, ætla menn bara að hafa götuna einbreið áfram. Ég bara skil ekki alveg rökin, ég skil þau ekki lengur, rökin sem fyrir því að taka þessa götu og breyta henni í 2 akreina götu. Ég bara skil þau ekki því miður og ég skil ekki að það sé ykkur akkur í því að gera það til örfárra ára með þeim tilkostnaði sem að ræða. Ef að menn ætla hins vegar ekkert að gera þetta, þá kannski líka bara gott að fá það fram, en kannski geta menn ekki samþykkt í dag að því að við berum þessa tillögu fram. Ég átta mig ekki á því. Það bara gaman að vita það. Vegna þess að það raun og veru ekki nokkur einasta skynsemi í því að fara þessa leið miðað við þær forsendur sem lagðar eru í þessum vönduðu gögnum sem liggjað baki miðbæjarskipulaginu sjálfu. Það nefnilega málið. Ef þið farið að skoða þau. Það þetta bara alveg út úr korti. Ég held að veri nær fyrir okkur að leggja þessa fjármuni í að gera eitthvað annað. Við getum byggt 50 metra sundlaug til dæmis eða eitthvað. Sem að ég held að sé bara full þörf á hérna á Akureyri og mætti gera ýmislegt annað við þessa gríðarlegu fjármuni sem ella færi þessa framkvæmd sem að mínu viti algjörlega óþörf. Það var líka minnst hérna á þessa tilraun áðan. Hún sést hvergi, það alveg rétt sem bæjarfulltrúi Sóley kom hér inn á áðan að það sést ekki tangunni tetur að henni og hefði kannski bara verið gaman að fá að sjá hana. Og íbúakosningu Glerárgötuna, sjálfsagt mál, bara mjög eðlilegt. Ég held að við höfum alltaf talað fyrir því að hér væri haldin íbúakosning eins og mál eins og Glerárgötuna.
Og ég held að sé mjög mikilvægt að gera það. Bara mjög mikilvægt. Því að gögnin sýna ekkert annað en það að það sé ekki réttlætanlegt að fara í þessa þrengi. Það er bara ekkert sem bendir til þess því miður. Þess vegna er í sjálfu sér engin ástæða til að bíða með þessa ákvörðun og líka hitt þó það séu 2 ár í það að Austurbrú klárist og það verði ekki farið inn eina framkvæmdir á skipagötureitnum eða hofsbótareitnum. Það skiptir það máli upp á framtíðina að aðilar sjáu eitthvað fram í tíman hvað verður. Ef menn eru tvístígandi gagnvart því að stíga þetta skref að hætta við tilfærslu á götunni, ef menn eru tvístígandi þar, þá eru menn líka að lengja í þessari þar sem óvissa ríkir. Hún er heldur ekkert góð. Við eigum að vera með til að skýra stefnu í þessum málum svo aðrir sem í bænum búa og þeir sem vilja hér framkvæma geti það gert sínar áætlanir fram í tíma. Það skiptir líka máli, bara mjög miklu máli. Þess vegna er mikilvægt að hreinsa bara þessa óvissu ef hún er þá einhver, það er það sem er gott bara að vita. Hreinsa hana bara og fá úr því skorið hvort að menn ætli sér í þessar framkvæmdir eða ekki. Ef menn ætli ekki í hana, það er ekkert að því að samþykkja þessa tillögu sem við leggjum hérna fram. Því hún er mjög gáfuleg, hún er skynsamleg, hún er hagkvæm. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú gaman að standa hér í pontu og ræða miðbæjarskipulag sem hefur kannski ekki verið í umræðu mikið á þessum kjörtímabili hjá okkur beint en hins vegar var þetta mikið á síðasta kjörtímabili og ég er þegar gæði afnjótandi að vera eini bæjarfulltrúin sem satt á síðasta kjörtímabili og tók þátt í þeirri umræðu. Þar var búið að leggja mikla vinnu í skipulag miðbæjarins og það er ánægilegt til þess að vita að Ragnar Sverrisson, einn af þeim mönnum sem hvað mest hefur barist fyrir miðbæjarskipulaginu, situr hér í salnum og fylgist með umræðum. Það sem við erum í raun að segja með þessu, Sjálfstæðisflokkurinn greip þarna á síðasta kjörtímabili rétt undir lokin, þá fundu þeir þessa kosningar svona, hvað ég segja, þetta var svona ákveðið kosningatryggjaðum varðandi þrengingu götunar og menn vilja meina að þeir hafi nú náð einhverjum prósentum atkvæða út á það að taka afstöðu gegn þessu miðbæjarskipulagi vegna Glerárgötunnar. Ég veit það ekki hvort á að þrengja hana eða ekki þrengja hana. Skipulagi gerir ráð fyrir því og við erum í raun að vinna með það enn þann dag í dag. Ég er sammála því að það er verið að skoða þetta. Það vill nú svo vel til að við erum í rauninni nú með skipulagsráð sem vinnur næstu eins og einn maður. Það er mjög samheldinn hópur og menn eru sannfærðir eða eru vinna markvisst að því að vinna saman og komast að góðum lausnum og niðurstöðum. Og við búum svo vel með þess að innan skipulagsráðs eða með þess að formaður skipulagsráðs frá síðasta kjörtímabili, þannig að það er mjög mikil reynsla inn í skipulagsráði í vinnunni. Og þeir eru akkúrat að skoða og greina möguleika á miðbæjarskipulaginu og hvernig þetta allt saman er að gerast. Það var meðvituð ákvörðun að meðan að verið að byggja upp Austurbrúarreitina þá myndu menn ekki setja allan miðbæinn í uppnám með öðrum byggingareitum. Það þótti ekki, var það bara meðal annars vegna bílastæð, hægt að setja allan miðbæinn í byggingu á sama tíma en það er vissulega rétt að það menn hafa sýnt áhuga á hofsbótarreitnum og við væntanlega þurfum að bregðast við á næstu 2-3 árum í þeim efnum en mér finnst bara mikilvægt að við áttum okkur á því hvað við erum að fara út í. Það skal ég sé alltaf þannig og mér finnst svona þegar menn tala að það sé skynsamlegt að samþykkja það sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna með, það er ekkert endilega þannig. Það er að tala það að við séum að fara með skattfé, við erum að passa okkur því að fara ekki með skattféð.
Ég velti því fyrir mér hvort sem við þrengjum eða ekki þrengjum glergötuna, hvort það verður ekki að gera einhverja lagfæringar á glergötunni. Bæjarfulltrúi Sóley benti hér réttilega á það að þetta gatnastæði ofboðslega stórt og mikið. Þannig ég alveg reikna alveg með því að jafnvel þó að menn kemust á í fyllingu tímas að þeirri niðurstöðu að það væri ætti að halda henni áfram tvöföldun brautinni, að þá þarf væntanlega að gera einhverja leiðing af þessu. Hún tekur alltaf mikið pláss. Og það meira að sannast þessa hluti af því sem að menn voru að tala þegar menn voru að tala að þrengja þetta og gera þetta að færa til götuna. Það var vegna þess að það þurfti meira pláss fyrir byggingarna. Þannig ég velti því fyrir mér jafnvel, og Gunnar bæjarfulltrúi nefndi hér einhverja tölu hugsanlega kostnað við götun og að mætti nota það í annað. Ég held að hvað sem verður gert í miðbænum, þá mun þessi gata, það er að segja Glerárgata, hún mun alltaf kosta okkur eitthvað. Hversu mikið það verður, það veit ég ekki. En þetta allt saman að vera að vinna innan skipulagsráðs, það er að reyna að átta sig á hvernig heildarstaðan Þannig að mér finnst og bara á þeirri ástæðu þá bara samþykki ég ekki þessa tillögu bæjarfulltrúa Gunnars og það hefur bæjarfulltrúi Ingibjörg komið með okkar bókun. Mér finnst líka þessi umræðu bílaumferð, jú, það eru okkar færustu sérfræðingar, þeir hafa reiknað út framtíðarspána og ég meina það er talað, Gunnar bæjarfulltrúi talaði 15.000 bíla umferð á dag. Jú, það er kannski verður þannig en maður velti fyrir sér hvaða vandamál skapar það? Ég veit það ekki. Mér langar til að sjá þetta, mér langar til að láta reikna þetta betur út fyrir mig, hvernig í rauninni þróun á umferð verður. Þannig að ég held að þetta sé allt á réttum rekspöl hjá skipulagsráði. Ég sé ekki ástæðu til þess að fara í þetta. Varðandi önnur mál hérna sem menn hafa talað að bæjarfulltrúi Preben talaði hér það hvort það ætti ekki að vera með skal ég segja ykkur hvað var það, réttir. Mér datt nú hug bara til þess að toppana væri kannski betra að við værum með stóðhestaréttir, að vera alltaf að tala lausagöngu hesta hérna í viðtalstími með bæjarfulltrúa, þannig að það væri kannski bara að nota það frekar í stóðhestarétt. Þannig nú er ég búin að toppa því með þetta, en ég held að hvorug tillaga í gangi út frá dýraverndar og sjónarmiðum. Bæjarfulltrúi Gunnar spurði varðandi þéttingu byggðar á Akureyrarvelli, hugmyndirnar hafa komið hér fram hjá öðrum. Mér finnst lýst ágætlega á það í rauninni að horfa til þess að gera þarna íbúðabyggð með blöndun á útvistarsvæði og ég held að það sé bara að vinna góða. Ég held að við séum ekki að fá svipað tilboð eins og við fengum á sínum tíma uppbygging á einhver verslunarmiðstöð þarna sem átti að bjarga öllum hlutum eins og menn kannski muna. En ég held að hins vegar að þetta sé hægt að nýta þetta svæði betur og ég held að þétting byggðar þarna ásamt útvistarsvæði kæmi vel til greina. Aðeins varðandi bílastæði og klukkustæði, að nú velti ég því fyrir mér og það ég er ekkert að taka neina ákvörðun. Ég held samt sem ára að það kannski verði eitthvað sem bæjarstjórn þarf að huga í framtíðinni, hvort að þessi klukkustæði séu eitthvað sem að verði í framtíð. Ef við erum að fara að byggja bílastæðahús sem við ætlum að fara að rukka inn í, verðum við þá kannski hugsanlega að setja upp bara kerfi eins og í öðrum borgum, þar að segja borgi í stæðin og geti þar leiðandi verið lengur í stæðum af því að menn eru að tala það að klukkustæðin geti verið til trafala því að menn geti ekki verið nógu lengi í stæðinum og svo framvegis. Það er eitthvað sem að væntanlega kemur til umræðu á næstu árum þegar að menn eru komin með bílastæðahús. Er þá það eitthvað sem menn vilja taka upp, að rukka aftur í bílastæði? Og þá sé ég fyrir mér alveg að menn geti hugsanlega nýtt íbúakort ef að menn halda þeirri vinnu áfram sem að geta á nýst bæjarbúum og þannig að það er ýmsar útfærslur á þessu en ég held að það sé eitthvað sem menn þurfa að hugsa. Ég var rætt hérna tilraunina og ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúum sem hafa rætt það. Ég hefði viljað sjá og við varum búin að gera hana og mér finnst það er eitthvað sem að við hefðum átt að vera búin að gera og við getum alveg tekið á okkur. Við hefðum átt að vera búin að klára þetta og geta séð bara svona hvernig þetta hefur farið og það var kannski auðvelt að eiga þessa umræðu í dag. Spurningin er svo hvort við eigum bara að ráðast í hana bara án frekar að tafa og sjá til hvernig það virkar en það þannig vantanlega einhvern undirbúning í það en ég held að þessa tilraun þarf alltaf að gera og hefði verið gott og ég get alveg tekið undir það, hefði verið gott að við hefum búin að því. En annars er það ekki annað, langar mig ekki að segja, ég ætla bara að segja það að ég hef trú á því að við munum í framtíðinni byggja hér fallegan og góða miðbæ. Ég held líka að það hefur kannski vantað þessa umræðu
sem sagt, jú, mann alltaf að tala öryggismálin, það líka tengingi við Oddeyrina sem hefur kannski glemst í þetta umræðu og bara, veist að það verði meira flæði. Það líka kemur fram í bókunni hjá okkur að það verið að vinna öryggismálum og ég held að sé mjög brýnt að vinna að öryggismálum á þessum tímapunkti, þar að segja þó svo við séum ekki að gera neitt, heldur bara hvernig ætlum við að láta flæði fólk sem að labba frá skemmtiferðaskipunum 100 og yfir 1000 manna á dag, eins og bara til í degi sem þessu, þar sem eru 2 skemmtiferðaskip í höfn, að við verðum í rauninni að finna einhverja leið fyrir þetta fólk til að labba sómasamlega upp í miðbæinn á þess að þurfi að ganga eiginlega flestir út á götu eins og staðan í dag, en þess að þeir í rauninni komast ekki framhjá til að mynda af gatnamótum, strandgötu og gleragötu á þess að fara út á götu til þess að komast upp í miðbæ. Það náttúrulega eitthvað sem ekki boðlegt og við þurfum einhvern veginn að reyna að leysa það mál. Annars vil ég bara þakka fyrir góðar umræður og læta þessu lokið. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara þakka umræðundar. Ég hef einhvern veginn þá tilfinningu að það hefur svona aðeins dregið úr minnihlutanum varðandi þrenginguna heldur en var áður. Hér var mun harðari umræða hér fyrst, en ég held ég þá vona að við verðum sammála ekki, eða bara innan tíðar með þetta mál. En ég bara fagna því að þetta hafi verið tekinn til skoðunar. Það kom mér verulega óvart þegar ég áttaði mig á því að það var ekki bara þrenging götunnar sem var að ræða, heldur það var tilfærsla á götunni og þarna er fullt af lögnum sem getur verið rándýrt að færa. Þannig að þannig að ég held að bæjarbúar hafi ekki endilega áttað sig á því að það lægi líka undir. Það er ekki bara þrengingin, það var líka tilfærsla á götunni sem er núna inni í skipulaginu sem að kannski mun kosta gríðarlega mikið að breyta. En ég tek undir hérna með bæjarfulltrúa, eða fleiri bæjarfulltrúum, það var þar umferðaröryggi. Eftir hverju erum við að bíða? Við þurfum að hraða þeirri vinnu. Mér líst rosalega vel á að setja hérna upp hraðamyndavél. Ég held að við ættum að skoða þann kost, hvort það væri hægt að gera það. Því að þó að við höfum verið að tala fyrir því að þrengja ekki götuna, þá höfum við alltaf að tala fyrir því að það þurfi samt að bæta umferðaröryggi. Ég er alveg sammála því. Og við verðum að breyta þessum aðstæðum sem eru við BSO, þessum fólk er að koma yfir og þarf að labba út á götu. Ég veit ekki eftir hverju við erum að bíða þar. Við þurfum að laga það sem fyrst. En ég pínu hissa á því að við erum að bíða í 2 ár eftir að þessi búið að byggja bak við bautana þar og sjá svo til. Við getum það ekkert. Við erum hér í bæjarstjórn, við eigum að vera að horfa á sýnina og búa til framtíðarsýnina. Við eigum ekkert að bíða. Við verðum að ræða hlutina hér, stundum erum við sammála og stundum erum við ekki sammála, en við verðum að hafa einhverja sýn. Við verðum að hafa sýn fyrir bæjarbúa, hvernig við ætlum að gera þetta og auðvitað koma einhverja breytingar við núverandi skipulag, auðvitað gerist það alltaf, en við verðum að hafa sýna hvert við ætlum. Þannig að ég get alls ekki verið sammála því að við setjumst bara niður og bíðum. Það bara kemur ekki til mála hjá mér. Ég meina bara núna til dæmis er umræðin í bænum að vanti íbúðalóðir. Það eru við. Við þurfum að vera með sína. Við þurfum að vera tilbúin með þetta þegar kemur að þessum hlutum. En þarna erum við til dæmis að klikka og við skulum ekki klikka varðandi miðbæjarskipulag. Þannig að við verðum að halda þessari vinnu áfram og eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á, af hverju erum við ekki, og Sóli, af hverju erum við ekki búin að gera sér tilraun? Hvað er að stoppa? Við erum löngu búin að benda það upp í pontu við sjálfstæðismenn að leggja þetta fyrir íbúakosningu varðandi Glerárgötuna. Eftir hverju erum við að bíða því? Varðandi Akureyrarvöllinn, ég er sammála, ég held að við séum flest svolítið sammála hvað það varðar. Ég held við séum flest af því að við sjáum ekki fyrir okkur mikla byggð á vellinum. Ég held við sjáum fyrir okkur að þarna sé einhver fólksvangur og þetta sé góð tenging á milli miðbæjar og Glerártorgs. Þannig að en
hugsanlega með einhverju byggð meðfram Glerárgötunni en en mér heyrist svona samhljómur hjá okkur þar, allavega hjá þeim sem hafa komið hér upp í pontu. Mér langaði að spyrja varðandi samgöngumiðstöðina af því bæjarfulltrúi Ingibjörg, þú komst inn á það að vera að skoða nokkur svæði. Mér langaði að spyrja hvort það hefði komið til greina að skoða flugvöllin. Ég hefði svo vilja vita, að því ég ekki sjálf alveg komið með sína hvar ég myndi vilja hafa hana staðsetta og ég hef, mér langar bara svo að fá greiningu á kostunum og göllunum við að staðsettina þar. Líka út frá þeirri umræðu sem hefur verið að það hefur verið að kvarta mikið undan því að það sé ekki almenningsgöngur frá flugvöllinum. Þannig að hvort að það sé inn í þessari vinnu og ef ekki, af hverju ekki? Af hverju er það þá ekki skoða? Bílastæðahúsið, ég held við ættum bara að reyna að hraða þeirri vinnu. Ef það er svona brjála að gera hérna hjá skipulagsdeild, getum við þá ekki bara úthýst þeirri vinnu að skoða það mál. Því ég held að það sé ekki eftir neinu að bíða þar. Ég var með eitthvað meira en það er ekki alveg að koma hjá mér, þannig að ég kem þá upp aftur ef að tækifæri gefst til. En ég læti þetta duga í bíli. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Þá er næst bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst þessi umræða að vera orðin svolítið einkennileg og ef ég er að skilja hana rétt þá er það þann veg að sjálfstæðismenn vilja bara hreinlega við hættum við núverandi miðbæjarskipulag og sleppið að þrengja Glerárgötu án þess að skoða möguleikana sem í stöðinni. Sjálf persónulega er ég ekki hlynnt þrengingu Glerárgötu. Ég get alveg sagt það hér og nú. En ég er samt sem áður tilbúin til að skoða aðrar útfærslur. Og eins og kom fram í máli mínu hérna áðan þá verið að skoða tilfærslu á götunni með það að leiðarljósi það þurfi ekki að fara í lagnir. Þannig að kostnaður við tilfærsluna verði minni. Og ég persónulega vil sjá þessar forsendur alla sem verið er að vinna áður en ég tek ákvörðun hvort ég vilji þrengja Glerárgötuna eða ekki. Mér finnst það bara mikilvægt að við tökum upplýsta ákvörðun byggða á gögnum. Ekki eitthvað sem hefur verið sagt hérna fyrir 2 árum síðan eða 3 árum síðan, heldur bara sem okkar fagfólk er að vinna þessa stundina. Og mér finnst það bara vera ábyrgðarleysi af okkur hér að taka ákvörðun það að hætta við þetta. Og á þeim forsendu get ég ekki tekið undir bókun sjálfstæðismanna. Og það er ekki bara því að þeir eru að setja það fram, heldur vegna þess að ég vil fá forsendunar og gögnin. Varðandi það sem að ég var spurðað hérna áðan flugvöllin og samgöngumiðstöðina bæjarfulltrúi Evu Hrund, þá minnir mig að það var nú ekki komið fram á fundinum okkar bæjarfulltrúa að kanna flugvöllin. Kom það fram? Ok, það er allavega, ég þarf bara að kanna það frekar, en ég held að það hafi verið metið sem svo að það væri of langt í burtu. Það var bókað hérna á fundi okkar umhverfis samgönguráðs, umhverfis og mannvirkjaráðs afsakið daginn að kanna möguleika og kostnað við það að hafa akstur og sumartíma frá Hömrum að Bíkó með viðkoma á flugvellinum. Það er verið að vinna þá vinnu núna, en við leggjum samt sem áður líka áherslu á það að skoða möguleikan á frekar efla samgöngur innan bæjar. Við erum búin að fara í gegnum breytingu á leiðakerfi, það er verið að fara yfir athugasemdir hvað varðar það og vonandi bráðar mun það vera lagt fyrir fund umhverfis- og mannvirkjaráðs fyrirgefiði og þá tökum við ákvörðun framhaldi. En þetta er allt í vinnslu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er nú ýmislegt úr umræðinu hérna komið fram sem að ég ætlaði að koma inn á sem að óþarf að vera að endurtaka en bara ítreka það að tek undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjar þessa tengingu við Oddeyrina. Hún er mjög mikilvæg með því að gera breytingar á Glerárgötunni. Rökin á sínum tíma, ég tók nú ekki þátt á sínum tíma í umræðu miðbæjarskipulagið, en eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasonar þá voru ein rökin fyrir breytingunum
á Glerárgötunni og tilfærsla var að stækka lóðir. Þau rök væntanlega standa enn og gerir þetta svæði þá verðmætt fyrir ekki bara okkur sem bæjarfélag heldur líka fyrir íbúa og þá sem að vilja efla þetta svæði. Það er eitt sem að við höfum kannski ekki komið mikið inn á í þessar umræðu. Það er hvers konar mannlíf viljum við hafa í miðbæ og hvað þýðir það í þessar umræðu sem við erum hér í dag, sem að fjallar aðalum steypu. Viljum við hafa mannlíf þar sem að við getum engan veginn komist inn í miðbæinn nema á bílunum okkar. Akureyringar nú þekktir fyrir að elska bíluna sína og ég held að það verði eitthvað sem að við höldum örugglega eitthvað áfram að gera. En ég tek alveg undir það sem að bæjarfulltrúi Matthías sagði áðan það að þessar breytingar sem að eru að verða í samtímanum sem að við bara kannski erum ekkert endilega að átta okkur á eða gera okkur grein fyrir að það er búið að breytast og mun breytast á tiltölulega stuttum tíma. Og eins og til dæmis bara það sem er að breytast í tengslum við alla þjónustu upplýsingagjöf, til dæmis bara það að kaupa sér ferð með almenningssamgöngum sem að krefst ekki neinar yfirbyggingar í dag. Kúninn hann notar síma sem hann er með einhverju app í og þannig fer hann í sín samgöngutæki. Kannski ekkert svo langt þangað til. Bara ítir maður á eitthvað takka í appinu sínu og það kemur einhver sjálfkeyrandi bíl og keyrir mannir á heilsugæslu eða í bíó eða á kaffihús. Ég ætla að vona að kaffihúsin verður nú ennþá niður í miðbæ en ekki komin öll á vefinn. Verslunarhúsnæði á bara stuttum tíma, þessi aukning í allri netverslun sem að er kannski að breyta hugmyndum okkar það að þau þurfa að vera til svona stóra lóðir eða svona stór hús sem að einhverjar stórar verslunarkeðjur byggja og eru með sína vöru í. Þetta eru hlutir sem eru bara breytast og ég held að við getum öll bara sett okkur í þessu spór bara fyrir kannski bara 3 eða 4 árum síðan hvað þetta var allt annað. Hvað þá fyrir 10 árum síðan. En ég held að við verðum að líka horfa á það hvers konar miðbæ viljum við hafa. Og ég er nú sjálf ekki uppalin hérna á Akureyri og var nú sjálf að reyna að leita að myndum, gömlum götumyndum af þessu svæði og fann nú voða lítið. En ef að Glerárgötusvæðið hefði verið þannig, og ég held að hluta til hafi það verið þannig, að það voru hús sem voru rifin og í stað þessara húsa kom götur. Ef að þessi hús sem voru rifin væri hérna ennþá, þá væri Glerárgötan örugglega bara einn. Og það væri örugglega ekki verið umræða það að fara að rífa einhver hús. En við stöndum uppi með þessa stóru Glerárgötu hérna í gegnum okkar miðbæ í dag og þar eins og hefur komið fram í umræðunum þetta spurning öryggi. Og eins og núna hafa verið framkvæmdir í miðbænum sem að þrengja umferð og ég er búin að keyra viljandi nokkuð oft á þessu svæði og ég er aldrei að lenda í neinum vandræði. Og ég hef heldur ekki lent í vandræði með að finna bílastæði. En það er svona náttúrulega ef ég ætla að fara á einhvern ákveðin stað og ég fæ ekki bílastæði akkurat fyrir framan dyrnar þá náttúrulega getur maður orðið óþolinmóður en það er ekki eitthvað sem að þorri fólks telur sig eiga rétt á að hafa bara alltaf sitt bílastæði rétt beint fyrir framan dyrnar þar sem maður ætlar að lafa út. Og þessi umræða bílastæðahús og þegar það kemur því að það mun að sjálfsögðu koma eitthvað bílastæðahús að þá verðum við að fara að skoða hvað við gerum með önnur stæði í bænum, hvort við höldum áfram að hafa á einhverjum hluta bæjarins styttri stæði sem er þá áfram frítt í eða að fólk leggur í stæðu og með gjaldtöku.
og enn og aftur, þar allt í einu bara allt annar raunveruleiki heldur en bara fyrir nokkrum árum síðan, eins og með það að greiða fyrir stæði, gerir fólk bara með símanum sínum. En ég svo maður sé nú ekki alltaf að endurtaka allt sem að hefur komið fram. Já, með Akureyrarvöllinn, að ég bara sé það eins og held ég margir hafa rætt með það að þetta sé einhvers konar blanda af útivistarsvæði og íbúðabyggð og síðan með góðri tengingu við Glerártorg-svæðið og Glerárgötuna sem í kringum Glerártorg fyrirgefið. En bara hugsum mjög vel það hvers konar mannlíf við viljum hafa og hvað viljum við efla inn í miðbænum okkar og hvað erum við sjálf að sækjast eftir eins og þegar við erum að koma í aðra borgir sem eru náttúrulega miklu stærri heldur en Akureyri og eru með þröngar götur, eru ekki með einhver stæði þar sem eitthvað drop-off fyrir ferðamenn. Maður hefur verið að fara í rútur inn í þröngum götum þar sem maður er sótt á hótel. Við erum ekkert að óskapast yfir því að við sitjum kannski, ég er bara sjálf nýbúin að vera í leigubíl í Berlín og maður situr þar og maður er stopp í einhver tíma. En við, ég held að við séum svolítið svona stundum að ræða þetta út frá einhverju allt öðru en því hvers konar mannlíf við viljum hafa og sjálfsögðu viljum við líka að miðbærinn okkar, bæði fyrir okkur íbúana og fyrir það okkar gesti að það sé öryggi og ég held að það sé nú eitthvað sem við erum öll sammála en annars bara takk fyrir umræðina og kæra þakkir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar, já, það var ekki, ég glemdi eitthvað áðan, heldur bara, það kemur náttúrulega ýmislegt upp í umræðinni og þessi umræða brátt svolítið fljótt að. Nú, ég er líka á spurt með til hvers erum við með aðalskipulag? Ef við höfum bara að vinna eftir því þegar okkur dettur í hug, þegar okkur hendar okkur. Ég gerði miðbæjarskipulag, það var samþykkt og nú ætlum ég að fá að vera bara alveg hundleiðilegur. Það hentaði okkur ekki sérstaklega þegar við vorum að tala um Bránshúsið. Þá var þetta aðalskipulag ekkert sérstakt. Eða miðbæjarskipulagið. Það er alveg snillt þegar á að fara að þrengja Glerárgötuna. Og við þurfum líka að vera svolítið samkvæmt sjálfum okkur og vinna áfram að einhverju sameiginlegri uppbyggingu þegar maður er búin að samþykkja það. Nú, það var komið inn á umferðaröryggi á hann. Þá spyr ég nú bara hvað með Tryggvabrautina þá? Ég held svolítið eins og hættulegasta gata sem við getum bakkað út á. Og ef við hefum svona mikið pening til að fara að gera eitthvað varðandi götunar okkar, þá skulum við bara drífa í að klára hana. Þetta er einn asnalegasta gata held ég hérna á Akureyri. Er hún þríbreið eða stundum getur verið einn á móti? Þetta er svona, minnir mig svolítið að þegar maður er komin, hvað getur Egyptaland, stæðsti bíllinn ræður. Þannig virkar svo gata svolítið, með stór hættulegu horni. Við þurfum sannarlega að laga þá götu og gera hana svolítið skemmtilegri. Það er komið töluvert líf í húsin þarna og ég held að svo uppbygging á þeirri götu að ég þurf bara að vera jákvæð. En við þurfum að gera okkar. Það er að gera aðgengi að starfsemi sem þar er betri. Að því við erum að tala um og tala um tillögu sjálfstæðismanna að fresta þessari eða bara slá þessari þrengingu bara út á borðinu og hætta ræðana. Ég er ekkert alveg til í að hætta ræðana og mér finnst alltaf gaman að horfa inn í framtíðina því menn er að tala um sjálfkeyrandi bíla og annað. Ég held þessi bara mun lengri tíma að Akureyri sé tilbúið að taka við sjálfkeyrandi bílum. Við getum hugsanlega á sumarlegi en þetta er vetrarbæri líka. Og ég er ekkert því sem þessi sérstaklega töff fyrir sjálfkeyrandi bíla að keyra um götu bæjarins þegar við eigum stökustu vandaræðum með það sjálf.
og sjáum allt sem að gerast. Við eigum líka að hugsa svolítið hvernig lítur bæjarinn okkar út á veturnar. Hvernig að búa hérna á veturnar? Þegar þá sem töff að búa hérna. Það ekkert mál að búa hérna núna, það allir glaðir, eða svona nokkur neginn. Sumrin sjá svolítið vel sig sjálf, eins og ég hef heyrt nokkuð að segja. Hvernig Glerárgatan á veturnar? Hvernig mannlífið hérna á veturnar? Talandi Akureyrarvöll. Ég veit ekki hvað ég búin að heyra oft, ef ekki að vera með svona útiskautasvæði einhvers staðar í miðbænum til að fá fólk í miðbæn. Bærinn var aldrei komið neitt að því að gera hugsanlega svona útiskautasvæði. Getur það verið á Akureyrarvelli á veturnar? Getur menn verið á hjólaskautum á því á sumrin? Ég bara, gerum einhvað. Það eiginlega verst að gera ekki neitt, sko. Að því að tala Glerárgötuna þá hef ég líka sér hugmyndir af því, og kannski það vandamálið okkar að við erum með þjóðveg 1 bara þvert í gegnum miðbæinn okkar. Það svolítið vont. Umferðin að aukast, túristarnir að keyra í gegn. Einhvern veginn var að tala að reyna að fá umferðina fyrir ofan bæinn. Ég ekkert það svo erfið tengingin þetta fyrir neðan inn á þjóðveginn aftur. Ég líka sér teikningu að því að tengja Torfnesbryggju við Hjalteyrargötu. Hún kannski ekkert svo vitlaus. Að taka bara þjóðveg 1 niður við Hjalteyrargötuna og tengja hana við bryggjuna, taka hana þar upp, þá hún ekkert að koma hérna við bæinn. Þar komi stæðsta umferðin. Og Akureyri og svæðið meira og minna byggt orðið á landfyllingu. Kannski verður það bara búið að fylla þá það bara upp. Og Hof komi bara upp í miðbæ, ekki við sjó, ég veit það ekki. Og ef við getum líka búið til okkar eigin síki, þurfum ekki að grafa það inn í bæ. Það er komið þarna. En ég held að eftir 10 ár þá verður menn sannarlega farnir að tala það að tengja Hjalteyrargötuna við Torfnesbryggju. Nú, ég líka verið talsmaður þess, og hendinni einn springinu upp, að setja Glerárgötuna í stokk undir hérna hjá Akureyrarvelli og tengja saman Eiðsvöllin við Akureyrarvell. Þá fáum við tengingu við Eyrina. Og ég held að það sé ekki eins dýr framkvæmdir sem margir tala um. En talandi framkvæmdir, talandi bruðun, talandi peninga, þá veit ég ekki til þess að við séum að fara í þessa aðgerð í sumar. Þetta sennilega verður flott kosningamál á næsta sumri. Nú, við þurfum líka að sýna svolítið ábyrgð í hagstjórn og hvernig við förum með peningana og hvenær við erum að setja peningana inn í kerfið. Ég held að sé bara afskaplega kjánalegt að Akureyrarbæ í dag og af okkur að vera að setja mikið í framkvæmdir á þessum tíma eins og staðan í dag, nema við sannlega þurfum þess. Bætum öryggi og bæta bæina okkur eitthvað bragabót á því. En ef við ætlum að fara í eitthvað stóra framkvæmdir, þá eigum við að bíða með það ef við getum það og henda þeim inn þegar við þurfum að setja inn innspýtingu. Það eru allir verktakar, hvort sem það er smiðir eða jarðvegsvinnu og annað, það er brjálað að gera það. Ég held bara að við getum sett þetta í útboð, ég held að við fáum bara ekki sem tilboð. Þá betra ekki safna aðeins peningum og fara með þetta þegar við eigum pening, eða þegar samfélaginu vantar verkefni. Og þeim forsendum myndi náttúrulega alls ekki vilja gera þetta núna og bara bíða með þetta. Því að það er ekki góð hagstjórn að setja fullt af framkvæmdafé inn í samfélagi eins og það í dag og þeir flegi ferð sem það í dag. Við þurfum aðeins að vera á handbremsunni. Takk. Bæjarfulltrúi Björgvin Jón hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið málið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma hérna upp og þakka umræðuna. Það búið að vera býsna fróðleg umræði sem átt sér stað hérna og ég sé ekki betur en allir séu sammála það að þrengi ekki Glerárgötuna. Allavega ekki bráð. Þannig að það er bara góð niðurstaða. Það er nefnilega
En nefnilega ekki þannig, bæjarfulltrúi Ingibjörg, 6N, að við séum á móti miðbæjarskipulagi. Það er af og frá. Við börðumst fyrir miðbæjarskipulaginu þegar að til stóð og var reyndar samþykkt að breyta því alvarlega með því að samþykkja í raun og veru þær breytingar sem voru gerðar á Bránshúsinu, þannig að það stendur enn óhaggað og mun standa næstu 10, 20, 30, 40, 50 árum. Því miður, því þar fór virkilega góð hugmynd í vaskinn. Og ef einhver staðar hefur verið gerð breyting á miðbæjarskipulaginu sem hefur haft alvarlega áhrif, þá var það sú breyting. Að láta það hús standa í stað þess að færa það. Þarna fór ein af þessum austur-vestur leiðum sem átti að vera í miðbæinum og skapa ákveði líf. Því miður. Svo sé ég ekki betur en að það sé ekki verið að fara eftir miðbæjarskipulaginu núna þegar það er verið að fara í upplyftingu á Hafnarstrætinu og Ráðhústorginu vegna þess að það er ekki verið að gera ráð fyrir bílastæðum beggja vegna og þarfandi götin til þess að mæta þar ákveðnum hlutum. Þannig að það er ekki verið að vinna samkvæmt miðbæjarskipulaginu að öllu leyti og það er ekki við sem stöndum fyrir því. Við erum hins vegar og höfum sagt það alla tíð að við erum mjög efins þessa framkvæmd að þrengja Glerárgötuna. Hvað þá að færa hana? Bæði vegna kostnaðar sem mun ekki skila sér auknum gatnagerðargjöldum vegna þess að þetta er þó það lítil stækkun á lóðum að það mun aldrei skila sér þessi kostnaði tilbaka. Því miður. Ef það væri tryggt mætti örugglega skoða þetta. Það væri ekki vandamál. Ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Prebina að það væri gaman að sjá hér skautasvell á veturnar. Ég var alltaf talsmaður þess að grafa þetta síki. Það hafði alltaf tiltaka skóflu. Ég var alltaf tilbúin til að stökkva til og fara að hjálpa til ef maður vildi bara gera þetta sjálfboðavinnu. Ég held að síkið hefði gert mikið fyrir hérna bæ og því miður er það nú komið út. Það er nefnilega gengið mikið á síðan að skipulagið sem kom út úr vinnunni í Akureyri Öndvegi kom fram. Og það er orðið ansi margt breytt frá því sem að er ekki á til betri vegar að mínu viti. Varðandi tengingu við Oddeyrinna, þá er það líka alveg ljóst að það þarf að bæta tengingu við Oddeyrinna. Það getum við gert með ýmsu öðru móti heldur en að þrengja götuna. Það er jafn hættulegt að fara yfir götuna eftir þrengingu eins og fyrir hana. Og ef við skoðum þessa þrengingu, þá nærum bara frá gatnamótum Grænugötu og Glerárgötu að Kaupmannstræti. Þannig að það sem þar er norðan við er áfram tvöföld gata og stór hættuleg. Og ég held að sé ennþá hættulegri þar heldur en á þessum parti þar sem á að þrengja. Og við skulum ekki gleyma því að gatnamótin við Strandgötu, þau verða lítið minni vegna þess að það þurfa að vera vasar og hvað eina til þess að upp á beygjur og hvað eina, þannig að það verður áfram mjög löng leið fyrir fólk að fara yfir götuna, eins og nú. Þess vegna er eina viti, það finna einhver aðra leiðir. Við erum líka að benda á það að, og mér finnst engin umræða að hafa átt sér staðan það vegna sem en trúa bara ekki því að það muni verða þannig að það þurfi að þrengja að breikka hann aftur. Og þá erum menn einhvern veginn ekki tilbúinir til að ræða það, hvað þá? En það er bara þannig miðað við þau gögn sem liggja fyrir hvað svo sem líður einhverjum spádómum eitthvað annað. Og ég held að þau gögn sem að ég vitna hérna í, þetta eru nýlega gögn. Þetta eru gögn sem hafa verið skrifuð inn í dröga aðalskipulagi, þar sem það í raun og veru bara dregið mjög í efa að þetta sé skynsamlegt. Og þess vegna held ég að við séum í hjartanu öll sammála þó við segjum stundum eitthvað annað. En ég fagna því hins vegar, og ég held við getum öll fagna því, ef að þið eru til í það að fara bara með málið í íbúakosningu og fá bara úr því skorið hvað fólk vil. Ég sé enga ástæðu til að fara með þetta inn í kosningar að ári. Við getum bara slegið upp íbúakosningu hérna næsta haust. Af hverju ekki? Það er ekkert að því okkar hálfu held ég. Við erum alltaf að tala fyrir því.
Og ég er ekki að ræða þetta hérna því þetta er kosningamáli, ég er að ræða þetta hérna þess að bærin skiptir mig máli, það skiptir mig máli hvernig við nýtum skattpeningana, það skiptir mig máli hvernig miðbærin er, það skiptir mig máli hvernig lífið í miðbænum er. Og það að þrengja Glerárgötuna breytir engu lífið í miðbænum, ef fólk heldur það. Það er bara ekki þannig. Og þó að ég hafi setið í umferðarteppu í einhverjum undirgöngum undir Teimsá í klukkutíma hérna í vetur, þá réttlega til það ekki að ég seti í einhverju umferðarteppu hérna á Glerárgötunni í 10 mínútur. Það er bara réttlega til ekki neitt. Það bara lýsir því hvað þetta er mikið rugl annar staðar og það þarf ekki að heimfæra það rugl upp á okkur hér á Íslandi. Svo legg ég til bara, og ég held að mér heyrist allavega við séum sammála það, að það hefði átt að fara í þessa tilraun með þrengjana. Það er hægt, það á ekki að þurfa að kosta stórfé að setja niður þess vegna bara plastkeilur til að þrengja götuna og sjá hvað gerist. Það er bara ekki það. Okkur er bara gerum það ekki á morgun. Ef allir eru sammála því að láta þetta reyna og sjá hvað gerist. Ef þetta er hægt, þá ætla ég ekki að deila við ykkur það. En ég geri hins vegar bara, horfi bara á það tölur sem hafa verið settar hérna fram í þessum gögnum og þau segja mér að það að fara að þrengja götuna leiði til þess að það þurfa að breikka hana aftur 10 til 15 ára seinna og þá spyr ég bara einfallega, er þetta þess virði? Og niðurstaðan hjá okkur hefur allavega verið svo að þetta sé ekki þess virði. Við eigum þá að fara strax í einhverja aðgerðir sem eru þá til framtíðar. Byggja undirgöng, setja götunni í einhvers konar stokk. Ég meina, hugsum bara málið. En takk fyrir góðar umræður. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Ágæti bæjarfulltrúar, ég bara varð að fá að koma hér upp aftur því að í upphafi málsins hérna áðan sagði bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að hann þá túlka umræðinu þannig að við værum bara hér öll inni og orðin sammála því að þrengja ekki Glerárgötu. Ég er bara leiðrétta það að ég er ekki í þeim hópi og hérna allavega ekki eins og er. Maður getur alveg skipt skoðun en eins og er ég er bara ekki að við förum hér út með þá hugmynd að við sem öll að fara hætta við þetta miðbæjarskipulag sem meðal annars felur í sér þessa þrengingu. En ég tek undir það að það er alls ekkert orðið of seint að gera þessa tilraun með þrenginguna og þá er líka reynum við það á eigin skinni hvernig þetta myndi ganga. En af því að bæjarfulltrúi Gunnar sagði líka hérna síðast í ræðustóla að það væri jafn hættulegt að fara yfir eina götu en 2. Það bara er ekki rétt. Þegar eru 2 akreinar sem bjóða upp á framúrakstur, þá er miklu meiri hætta fyrir gangandi vegfarendur heldur en þegar bara 1 gati. En vissulega er alltaf hættulegt að fara yfir götu þegar maður passa sig ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðs, þá liggja fyrir hérna 2 bókanir, annars vegar bókun sjálfstæðismanna, til að bókufrígefi. Ég ætla að lesa hana upp. Bæjarstjórn samþykkir að skipulagsráði verði falið að taka gildandi miðbæjarskipulag til endurskoðunar. Skipulaginu verður breytt þannig að hætt verði við þrengingu Glerárgötunnar frá gatnamótum Glerárgötu og Grænugötu að gatnamótum Glerárgötu og Kaupangstrætis. Þá verði hætt við að hliðra Glerárgötu á kafla milli gatnamóta Glerárgötu og Kaupangstrætis og gatnamóta Glerárgötu og Strandgötu. Í staðinn verði hugað á öðru leiðum til að auka umferðaröryggi á svæðinu, til dæmis með því að skoða möguleika á því og kostnað við að byggja göngubrú eða gera undirgöng á gatnamótum Glerárgötu og Strandgötu. Það má skoða möguleika á því að koma upp hraðamyndavélum í götunni til þess að halda umferðarhraða innan löglegra marka og auka þannig umferðaröryggi þeirra sem eru gangandi og hjólandi. Þessi geta stutt þessa tillögu eins og þess gefi merki. Það eru 3, þeir sem eru á móti við þessari skefi merki. Það eru 7 og 1 situr hjá.
þá er það tillaga meirihluta bæjarstjórnar leggur fram eftirfarandi tillögu. Meirihluti bæjarstjórnar leggur fram eftirfarandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar getur ekki samþykkt framlagða bókun en bendir á nú þegar unnið að forgangsröðum umferðaröryggismálum í samvinnu við Vegagerðina og jafnframt vinna á vegum skipulagsráðs í gangi mögulegar útfærslur á miðbæjarskipulagi. Þessi geta samþykkt það eins og skefi merki. Það 6 sem á móti. Það engin og 5 sitja hjá. Þá segjum við að dagskrárlið 4 sé lokið.